Íbúar Norðurlands eystra eru rétt 30.000 talsins. Samstarfsvettvangur sveitarfélaganna á svæðinu innan samtaka sveitarfélaga og atvinnuþróunar á Norðurlandi eystra. Hvar liggja tækifærin og hverjar eru ógnirnar? Eyþór Björnsson, framkvæmdastjóri samtakanna, gestur í landsbyggðum. Eyþór, á síðasta ári hvað Norðurland eystra varðar fjölgun íbúa svæðisins, hún var undir landsmeðaltali. Það hlýtur að vera visst áhyggjuefni. Já, það er auðvitað áhyggjuefni þegar svoleiðis staða kemur upp og áskorun að bregðast við því. En það kann líka að litast aðeins af mikilvægi ferðaþjónustunnar á COVID-tímum að það hafi haft áhrif á fólksfjölgunina hjá okkur. En það líka segir okkur að það felur í sér tækifæri. Við eigum svo margt gott hérna og það sem sérstaklega ánægjulegt að sjá það að fólk að átta sig æ meira á mikilvægi þess og verðmætinu í því að búa á dreifðari svæðum. Og þar eigum við bara nóg að tækifærum, þannig að við eigum þá bara meira inni. Þú ert búin að vera framkvæmdastjóri samtakanna í rétt 1 ár. Sveitarfélögin eru 12. Íbúarnir 30.000, en þetta eru svona stór sveitafélög, Akureyri langstærst, svo Norðurþing og svo lítil sveitafélög. Hvað það sem að sameinar þau? Það eru sameiginlegar áskoranir auðvitað og svo náttúrulega sameiginleg tækifæri. Landfræðilega er þetta gríðarlega víðfeðmt svæði og eins og nefnir, við erum að horfa á 90.000 manna samfélag sem stærst og svo niður í innan við 100 manns. Þannig að bæði landfræðilega og íbúalega séð þetta mjög ólík svæði. Og áskoranirnar eru margar ólíkar, þannig að kannski stórt séð þá það bara staðsetningin sem að sameinar fyrst og fremst. En líka sameiginlegar áskoranir sem að þurfa að takast á við. Og við sjáum það núna í þessu ástandi sem hefur verið, hvað þau hafa staðið vel saman og stutt hvert við annað í þessum áskorunum. Þannig að það stutt á milli þegar kemur að því að standa saman. En finnst þér skilningurinn sé svipaður hjá sveitarstjórnarfólki þegar verið að fara yfir málin? Raufarhöfn kannski hefur stórar áhyggjur af grásleppuvertíðinni en Akureyringum kannski bara slétt sama. Það rétt að það eru þessi ólíku áskoranir og árstíðabundnar eins og segir, það kann að vera vertíð á einum stað sem að hafa mikil áhrif eða aflabrestur, loðnan auðvitað hefur haft áhrif austast á okkar svæði líka. Þannig að, það sem ég upplifi í samtali sveitarstjórnarfólks, það það að þau eru að tala saman, vinna saman og sýna skilning á þessum mikla breytileika og þessum ólíku áskorunum sem mæta þeim á ólíkum tímum. En samt sem áður þá vofir það svolítið yfir að það verið að tala í alvöru að fækka sveitarfélögum og að þessi regla 1000 íbúa lágmarkið? Já, það í samtalinu og það náttúrulega bara þegar inn á Alþingi og í umræðum þar, þannig að ég skynja það ekki að það hafi áhrif á samskipti eða samstarf sveitarfélagana, bara alls ekki. Þó að kunna vera og séu ólík sjónarmið, hvað það varðar. En samt sem áður að þessi fámennari sveitarfélög, þau eru jafnvel að íhuga að stofna sér samtök. Hætt á því jafnvel að samband íslenskra sveitarfélaga það bara liðist í sundur vegna þessa? Já, þannig kemur ná því að ég lélegur spámaður, ég veit ekki hvað ég ætti að segja við því, en ég myndi telja það harla ólíklegt og hvað verður veit maður ekki því að þegar upp staðið þá náttúrulega verður það ákvörðun Alþingi sem að ræður og ef að sveitarfélög koma sér í þá stöðu að verða skikkuð í sameiningar frekar en að nálgast á proaktív þá ég held að enginn muni kjósa sér þá stöðu á endanum. En þetta kannski eðlilegt samtal miðað við afstöðu sveitarfélagana og hversu hörð hún á sumstöðum, að þetta samtal sé tekið og þetta sé ávarpað að reyna að fara þessa leið til þess að undirstrika
þungan í sjónarmiðunum á þeim svæðum sem að þannig eru þenkjandi. Það þín svona upplifun að íbúar fámennari sveitafélaga að þeir svona, standi svolítið svona nær sveitarstjórnarstiginu heldur en í þeim fjölmennari? Það ekki ólíklegt að svo sé. Það einfaldlega bara meiri nánd í minni samfélögum heldur en þeim stærri. Þannig að já, ég held að það sé alveg svoleiðis. Helstu rökin fyrir því að fækka sveitafélögum og gera þá öflugri, þá talað að innviðirnir svokölluðu, þeir verði svona öflugri. Það reyndi nú heldur betur á innviðina í heimsfaraldrinum. Hvernig sýnist þér sveitafélögin hafa staðið sig svona almennt og hvernig fungeraði allt kerfið í raun og veru þegar reyndi á fyrir alvöru? Sko í þessum áskorunum tengt heimsfaraldrinum þá held ég að maður geti bara sagt að fullum fetum að sveitafélögin stóðu sig framúrskarandi vel. Að mæta þessum áskorunum, takast á við að gera í rauninni takast á við eins og talaður fordæmalausa stöðu sem að enginn hafði gat séð fyrir eða upplifað áður og hafa í rauninni lagt gríðarlega mikið kapp á það að halda sínu samfélagi gangandi og líka að horfa út fyrir eigin rann og vinna saman. Það hefur maður líka séð og ég tók alveg sérstaklega eftir því að þegar sveitafélög hér á svæðinu sem að kannski heimsfaraldurinn hitti hafði minni áhrif á, að þau voru að bjóða til dæmis, ég get kannski tekið starfsfólk hjá þér í sumarstarf hjá mér. Þannig að þetta samtal og þessi samhugur sem myndaðist í gegnum þetta, mér fannst hann alveg aðdáunarverður og sýnir í rauninni samtakamáttin á svæðinu. Samtök sveitafélaga á Norðurlandi eystra, þetta líka sem sagt svona nokkurs konar atvinnuþróunarfélag að blanda saman sveitarstjórnarstiginu og svo atvinnuuppbyggingu. Það góð blanda? Já, ég hygg að það sé bara mjög góð blanda af mörgum ástæðum. Fyrst og fremst það nú þannig að það bara alþekkt náttúrulega á landsvísu að landshlutasamtök samanstanda af akkurat þessum einingum, það að segja atvinnuþróun annars vegar og svo hagsmunagæslu sveitarstjórnarstigsins hins vegar. Og þetta fer yfirleitt alltaf saman þegar upp í staðið að hagsmunir sveitarfélagana og hagsmunir atvinnulífsins fara saman. Það kunna vera ólík sjónarmið og það ekki alltaf allir sammála, en á endanum eru hagsmunirnir þeir sömu. Það að segja styrkja samfélagi, styrkja atvinnulífið, hafa öfluga uppbyggingu og SSNE náttúrulega bara, við erum á öðru ári sem sameinað félag, það að segja atvinnuþróunarfélögin í Eyjafirði og Þingeyjarsveit og svo Eyþing og þetta bara að ganga mjög vel og við sjáum alveg augljós samlegar áhrif af því að styrkja líka samtal atvinnulífsins og sveitarstjórnarstigsins og líka draga sveitarstjórnarstigið allt að sama borði hérna í landshlutanum. En horfum svolítið svona inn á við í þessu sambandi, þetta Akureyri sem þá langstærsta sveitafélagið innan þessara samtaka. Akureyringar vilja að bærinn verði svona skilgreindur sem borgarsamfélag með þeim skyldum sem að því fylgir. Hvernig Akureyri að standa sig þá sem svona stóri bróðir í þessu öllu saman? Við sjáum það kannski helst í gegnum það að Akureyri virkar og virkar mikið bara eins og borg. Það að segja, við eigum þessa innviði hér, bæði varðandi sjúkrahús og heilsugæslu. Það flugvöllur hér mjög öflugur og stefnir í millilandaflug. Svo skulum við tala menningarstofnanirnar okkar, leikfélag og sinfóníuhljómsveit sem í rauninni sterk einkenni borgarsamfélags. Og það að geta boðið nærumhverfinu upp á þessa þætti, svona þjónustu og afþreyingu og fleira, það auðvitað, já, það í rauninni undirbyggir það að Akureyri sé í rauninni virki sem borgarsamfélag og
þjónustu í nærumhverfið og ekki bara nærumhverfið, heldur í rauninni bara Norðurland allt og víðar þess vegna. En finnst þér vera alveg svona fullur skilningur á því meðal Akureyringa að það sé mikilvægt fyrir Akureyri að Þórshöfn sem sagt gangi vel og svo aftur öfugt? Sko ég get kannski ekki svara hvað skilningurinn er almennur en í þeim samtölum sem ég heyri þá þessi skilningur til staðar. Það að segja nákvæmlega þetta að það eru hagsmunir allra að bæði stóra samfélagi hér á Akureyri og önnur samfélög hérna í kring, Þórshöfn, Bakkafjörður, Siglufjörður, Ólafsfjörður, Grenivík. Öll þessi samfélög séu í öflugri virkni og þar séu öflugt atvinnulíf og innviðir sterkir. Ég skynja ekki annað en að það sé almennur skilningur á því að heildin skiptir mestu máli. En svo þegar þið eru á ykkar fundum og eru að fókusera á svæðið, þá kannski bara Skagafjörður bara rétt við hliðina en kannski ekkert svo mikil samskipti við Skagafjörð og bara út af kjördæmaskipan. Ætti þetta ekki að vera bara öfugt að þá bara Norðurland eða bara landið sem ein heild? Ja, þetta mjög áhugaverð pæling og Norðurland sem einheild, við rekum til dæmis sameiginlega markaðsstofu, þar að segja Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi eystra og Samtök sveitarfélaga á Norðurlandi vestra og við erum með öflugt samstarf þar í gegn. Landshlutasamtökin á Norðurlandi vinna þétt saman, í rauninni landshlutasamtökin á landinu öllu. Á þessu ári sem að ég búin að vera í þessu starfi þá hef ég bara fundið mjög mikla aukningu í samstarfi á milli landshlutasamtakanna og þá það ekki bara við framkvæmdastjórarnir sem að tala saman, heldur það atvinnuráðgjafarnir, menningarfulltrúar landshlutasamtakanna til dæmis funda einu sinni hver einustu viku bara til að stilla saman strengi og hvar getum við unnið saman og þessi virkni að verða til líka meðal atvinnuráðgjafanna. Þannig að samstarfið á landsvísu þvert á landshlutasamtök stigvaxandi og ég hygg að það sé það sem að veitir okkur aukinn styrk. Við erum bara að sjá það að fjármagn sem kemur inn í sóknaráætlanir þegar unnið gott verkefni á einu stað og síðan hægt að útfæra það eða yfirfæra þekkingu yfir á annan landshluta. Þetta stór eykur verðmæti þess sem lagt í verkefni upphafi frekar en að það séu einlandshlutasamtök bara að leysa það í sínu héraði og svo sé það bara búið. Við erum að sigla núna inn í alþingiskosningar með tilheyrandi baráttu fyrir þingsætum, flokkarnir verða meira áberandi núna. Umræðan í aðdragandi alþingiskosningana, ef þú bara nefnir 2-3 atriði sem að þú vilt að verði sérstaklega áberandi í komandi umræðu ef við horfum þetta út frá landsbyggðunum? Já, fyrir það fyrsta þá kannski vil ég fylgja eftir því sem ég sagði áðan varðandi uppbyggingarsjóðinn og það ferli sem við höfum í gegnum sóknaráætlun landshlutasamtakanna. Ég myndi gjarnan vilja sjá aukna áherslu á það að nýta þennan farveg, þetta ferli, þessar áherslur landshlutanna til þess að undirbyggja uppbyggingu í landshlutunum og það felur í sér mikla valdeflingu og í rauninni styrkir landsbyggðirnar að veita fjármagni til þeirra og setja ákvörðunarvaldið til þeirra og það hefur bara verið staðfest og hjá fjárlaganefnd Alþingis að þessi ferill, þessi vettvangur sóknaráætlun og uppbyggingarsjóðs, hann mjög skilvirkur og hann hefur bara sannað sig og þarna myndi maður vilja að horft yrði meira til. Og annað sem vert að nefna það eru áframhaldandi áskoranir í innviðum og við sáum bara í vetur áskoranir sem að snúa að samgöngumálum vestur á Tröllaskaga, brúin yfir Jökulsá á fjöllum, raforkuflutningur á jaðarsvæði og þannig að maður myndi gjarnan vilja væri horft frekar til þess og
Við þurfum bara að vera Íslendingar að vera duglegri að bora í gegnum fjöllin okkar vegna þess að það skiptir svo miklu máli fyrir atvinnulíf og mannlíf á svæðunum að komast meira Ég kann náttúrulega ekki alla reiknireglur þeirra í Færeyjum en þeir eru alveg ótrúlega duglegir að bora en við látum líða hérna jafnvel áratug á milli ganga gerða. Það verður nú einhverju lofað í aðdraganda kosningana. Já, loforðið eitt, framkvæmdir annað. Þannig að við verðum að taka þessa umræðu alvarlega. En hugtakið byggðastefna, hún kemur til með að blossa alveg örugglega upp enn frekar núna sem sagt, í aðdraganda kosningana. Hver er svona þín sýn á sem sagt, byggðastefnu almennt? Er það meira í borði heldur en sem sagt, í orði? Þetta er það sem þegar ég kem að þessu og skoða það sem að kallað hérna byggða áætlun og hérna það er skjal sem að inniheldur aðgerðaáætlun og er mjög gott plagg sem í rauninni byggða áætlun til lengri tíma og skemmri. Og nú er verið að endurskoða það og mín upplifun er svo að það eru vaxandi tækifæri í gegnum þennan feril ef við erum að fá aukinn skilning frá ríkisvaldinu á gagnsemi þess að nýta byggðaáætlun og hérna, byggðastefnu stjórnvalda, horfa til þarfan á hverjum stað og vinna út frá því. Þá getur byggðastefna orðið mikið og gott leiðarljós í slíku starfi og þá komum við aftur að því að mikilvægi þess að hérna, hlusta eftir þörfum á hverjum stað og samræma hérna, sóknaráætlun landshlutasamtakanna og stefnumarkandi byggðaáætlun. Þannig að þetta tali allt saman og vinni saman. En leið þá verður maður líka að halda því til haga að það væri mjög eftirsóknarvert að kæmi við fáum talsvert mikla athygli frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytinu inn í þennan vettvang en það vantar aukinn kraft frá í rauninni mennta- og menningarmálaráðuneytinu, umhverfisráðuneytið þarf að koma inn í þetta, hefur staðið bara talsvert til hliðar og fleiri ráðuneyti, atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, það þurfa fleiri að koma að þessu. Þetta er ekki einkamál samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins, sveitarstjórnarmálinu í landinu vegna þess að þetta þetta ríkisvaldið landið allt. En samt sem áður þá staðan þannig þegar verið að tala þessa svokölluðu innviði að það voru samtök atvinnulífsins sem að réðust í það núna og kynntu nýverið skýrslu hvað vantar mikla innspýtingu inn í ýmsa innviði til þess að allt sem fungeri. Það má varla koma slæmt veður og þá hrynur raforkukerfið og samgöngukerfið, það vantar gríðarlega fjármuni þar inn. Já, og þess vegna segi ég, þarna þarf áherslan að koma núna að það sé horft til þess að berja í þessa bresti, til þess að við getum tryggt bara okkur öllum bara lífsskilyrði á landsbyggðunum og þetta ekki einkamál landsbyggðanna, þetta auðvitað þjóðin öll sem að við eigum þetta saman og þarna þurfa allir að koma. Lausnar orðið núna þessa dagana svona í kjölfar heimsfaraldurs, það nýsköpun. Á Norðurlandi eystra hvar liggja helstu tækifærin sýnist þér í nýsköpun eða hvað að gerast í þeim efnum hérna? Tækifærin leynast auðvitað mjög víða og ef við byrjum bara á einu stóru tækifæri, það að fullnýta í rauninni jarðvarma sem að nú þegar virkjaður. Það í því ferli talsvert svona tap á orku, það sem kallað glatavarmi, að það hægt að gera heilmikið í því að nýta þessa orku mun betur. Við erum að horfa á Þeistareykji og Kröflusvæðið og svo framvegis þar sem hægt að taka orku sem að fara ónýtt út í loftið aftur, að taka þá orku og nýta hana til góðs. Þar heilmikið tækifæri hjá okkur til dæmis. Ertu þá til dæmis líka að tala Kelduhverfið? Já, algjörlega. Og núna þegar við erum að horfa á breytingu í neyslu á mat og það aukin
athygli á fæðu úr jurtaríkinu, að þá akkúrat svona tækifæri sem er mikilvægt að reyna að nýta, að nota orku sem við eigum, erum að kosta til að taka og virkja, að klára þá dæmið og fullnýta orkuna til góðs og til matvælaframleiðslu. Hvað þá svona á teikniborðinu til matvælaframleiðslu, segirðu? Hvað á teikniborðinu, svona hvað geturðu sagt okkur? Já, það verið að skoða hugmyndir bara öflug gróðurhús, og það stórséð kannski svarið við þörf á aukinni matvælaframleiðslu í jurtaríkinu hér á Íslandi, og fullnýta, það að segja nýta orku í ræktun í gróðurhúsi, og síðan í framhaldinu fullvinna afurðir úr jurtaríkinu í frekari afurðir. Þannig að ég hygg að við getum séð fullt af tækifærum þarna, en þetta auðvitað svona í nýsköpunarfasa sem við eigum eftir að sjá hvernig þróast. Þetta eitt, svo sjáum við það alltaf heilmikil nýsköpun í sjávarútvegi, og það bara gerist innan núverandi fyrirtækja. Þau eru mjög öflug í sinni nýsköpun, og ef við horfum á Norðausturland þá þetta náttúrulega fyrst og fremst þetta svo öflugt matvælahérað, því að landbúnaðurinn líka stór og umfangsmikill, og þar eru eflaust mörg tækifæri í bara vöruþróun og nýsköpun, til dæmis í landbúnaðar afurðum, þar að segja afurðum dýraafurðum. En sérðu það fyrir þér, Eyþór, að það sé raunhæft að gera ráð fyrir að það rísi á næstu árum stór gróðurhús, þá til dæmis í Kelduhverfinu? Ég myndi telja það algjörlega raunhæft að það geti gerst. Hvort sem í Kelduhverfinu eða annars staðar, þá erum við með þessa orku mjög víða í okkar landshluta, þannig að tækifærin eru sannarlega til staðar, og eins og ég nefndi, það vaxandi eftirspurn eftir fæðu úr jurtaríkinu, og þessu þarf bara að svara, og þegar tækifærin liggja svona algjörlega á borðinu, þá verður þetta að grípa þau. Förum aðeins næst inn á svolítið svona hættu svæði, fiskeldi í sjókvíum í Eyjafirði. Þar eru skiptar skoðanir, en maður að horfa upp á það til dæmis fyrir austan og vestan, að þetta helsti vaxtarsprotinn í atvinnulífinu. Já, og þar til dæmis, þar við að horfa á það að þar eins og segir, fiskeldi í kvíum í sjó, opnum kvíum í sjó. Og það skiptar skoðanir það. Ég myndi ekki halda þið fram svona óbreytt, og það verði fiskeldi í Eyjafirði í opnum sjókvíaeldum, kvíum, heldur verður spennandi að sjá hvernig tækniþróun verður í þeim málum. Því að fiskeldi ekki bara samúfiskeldi, þetta fer allt eftir aðbúnaði. Þannig að við þurfum að sjá svolítið hvernig þessi tækniþróun verður. En hins vegar, getur vel verið að það komi eitthvað upp á borði sem breytir þeim sjónarmiðum að það verði sátt það verði fiskeldi í Eyjafirði. Við þurfum að horfa á Eyjafjörðin sem þetta fjölnota auðlind, og það svo mörg sjónarmið, það svo margir sem að nota þetta og nýta fjörðin, og þá svo mikilvægt að einir hagsmunir ruggi ekki öðrum, en það alveg rétt, það hefur verið bent á það að fiskeldi sé mikill vaxtara sproti, en þá þurfum við líka að spyrja okkur, vantar okkur akkurat þetta? Annað sem að skipti meira máli? Þannig að sjónarmiðin eru mörg, ég þori ekki að spá endalok þessa. En hversu viðkvæmt þetta mál á þá sveitarstjórnarstiginu innan þinna samtaka? Þetta eru mjög skiptar skoðanir í sveitarstjórnir við utanverðan Eyjafjörð, eru ekkert of sátt við akureyringana sem eru á móti þessu. Já, það sem við höfum komið að þessu landshlutasamtökin, það að í rauninni stuðla að samtali málið. Og það hefur verið núna á nokkuð tíma virkt samtal þar sem við höfum staðið fyrir því að fá inn svona sem flest sjónarmið til þess að funda með sveitarstjórnum hérna á svæðinu, til þess einfaldlega að fá upplýsingarnar upp á borðið, þannig að umræðan verði sem mest á upplýstum nótum.
og síðan séu teknar ákvarðanir út frá því. Það aðkoma landshlutasamtakanna þessu en síðan það hinn pólitíski vettvangur sem í rauninni tekur þetta hverja í sínu héraði. En að það sé farið núna sem sagt með virku samtali og svo framvegis, þá kannski svona niðurstaðan í raun og veru og það var byrjað á öfugum enda að sem sagt að Akureyringar átt að bíða svolítið með að lýsa því yfir að þeir væru bara alfarið á móti þessu? Ég myndi nú ekki fara að segja Akureyringum hvað þeir átt að gera og hvað ekki. En hins vegar það þannig að stundu þarf svolítið skýra afstöðu til að ýta málum í gang og fá af stað dialógina. Og hvort að einhver tíman svo afstaða breytist, það skal ég ekki segja og hvort átt að byrja á einhverjum öðrum enda, ég ætla ekki að segja til það. En þetta hefur verið mjög gagnlegt samtal og við getum ennþá bætt í upplýsingarstreymið. En eins og þá í sjálfu sér býður þetta bara eftir hinnu svona formlega ferli ríkisins megin og við sjáum bara hvað setur með það, hvort að yfir höfuð verður opnað fyrir fiskeldi Eyjafirði því eins og þá það ekkert í hendi Eyfirðingar þeir hafa mjög talað mikilvægi þess að það komi meira rafmagn inn á svæðið. Þar nú svona ýmislegt að gera og til þess að stuðla að aukinni uppbyggingu atvinnulífsins, þá rafmagnið ein forsendan. Já, og við erum sem betur fer núna að sjá fyrir endan á því að inn á þetta svæði sé að koma fullnægjandi flutningur á raforku og það í rauninni opnar á ný spennandi tækifæri hjá okkur að geta þá verið með mun sterkara fleiri tækifæri í verkvarakistunni þegar til okkar leitað og líka að geta kynnt svæði sem valkost með þessa sterku innviði fyrir aðila sem hafa áhuga á að koma inn á svæðið. En sem sagt nýsköpun sem svona lykilatriði á margan hátt, það margt að gerast, segir þú? Margt að gerast og mikil gerjun í gangi og mjög spennandi að sjá hvernig það þróast og við vonum bara að núna þegar það breytingar sem í gangi núna við brotthvarf nýsköpunarmiðstöðvar að það verði farsæl leið, maður hefði nú svona við sjáum bara hvernig það þróast og atvinnuráðgjafarnir hjá SSNE auðvitað bara klárir og vinna mjög með frumkvöðlum og styðja við nýsköpun eins og bara við mögulega getum og leiðbeinum þeim sem koma til okkar hvert hægt að snúa sér og hvar hægt að sækja í sjóði og hver getur hjálpað þeim að sækja í sjóði. Þannig að við erum klár í það og viljum þann veg sem mestan. Við fylgjumst með. Eyþór Björnsson, þakka þér fyrir spjallið og komuna. Takk fyrir.